þetta alveg ótrúlega gefandi og þetta, eins og ég segi, ég hefði ekki viljað fara á mér sveina einustu sekúndu af þessu dæmi. Komið sæl og velkomin í Bak við tjöldin. Í þessum þáttum kynnumst við áhuga leikfélögum og í dag erum við stödd á Breiðumýri í Þingeyjarsveit og við ætlum að kynnast leikdeild Eflingar. Að eiga virkt leikfélag, að það styrki sjálfsmynd hvers samfélags. Og nú á seinni árum höfum við verið, þetta er ekki bara Reykjadalur, heldur er þetta Bárðardalur og Aðaldalur og Mývatnssveit og Ljósvaðaskarð. Þetta er bara af þessu svæði sem taka þátt í þessum leiksýningum. Og ég held bara fyrir svæðið í heild sinni þá styrkir þetta sjálfsmyndina. Alveg bara eins og góður skóli eða góður kór eða gott fyrirtæki. Skilur við þetta það þarf alltaf að vera til staðar til að skapa samfélag. Vilja skreppa, þá að gera þig að jeppa, ef þig eitthvað langar til að jeppa. Og það hefur eiginlega held ég verið sérstaða okkar að við höfum verið að setja upp mannmargar sýningar með tónlist. Og svo líka þetta að hafa aðgang að svona breiðum aldri af fólki sem bæði fullorðnu fólki sem til í að taka þátt og svo þessir unglingar sem gæði þetta svona svolítið öðru lífi líka sko. Það gerir það nú oft á tíðum að það verður meiri breidd. Og svo er náttúrulega þessi kaffihúsastemminga. Já. Menn hérna sitja til borðs og boðið upp á eða geta keypt sér veitingar í hléi og fyrir sýningu í boði Kvenfélags Reykdala. Það náttúrulega talsvert öðruvísi heldur en í öðrum leikhúsum. Já, við bara vorum allt í einu komin á kortið. Fólk streymdi á sýningar hjá ungmennafélaginu. Það voru mjög fínar sýningar settar upp hér á árabili og sjálfsagt alltaf. Það er stundum svolítið erfitt að koma sér að stað sko, þú veist, en þegar maður er búin að ákveða verkið og búin að fá sér leikstjóra, þú veist, þá er þetta bara mjög gaman, þá er ekkert vandamál að koma sér að æfingar eða neitt, þannig það er svona stundum erfiðast kannski bara leikmyndin að starta. Já. Já, það myndi ég segja, sko, það er svona harka sér í þetta eitt árið. Já. Ætlaði nú aldrei á leiksvið, sko. Nei, og hvað breytist? Ekki eins og þessir bræður mínir hana. Hvað er svona skemmtilegt við þetta? Það er bara félagskapurinn og bara geta að loka hurðinni hérna frammi og það verður bara í öðrum heim. Og ég kom inn í þetta fyrst inn í leiknefnd og fór svo að leika, sko. Og þetta er bara, eins og þetta segir mjög gaman, það er líka bara félagskapurinn við fólkið, maður kynnist fullt af fólki. Við kynnist fullt af unglingum, við hefum ekki verið með unglinga með okkur, sem sagt, ungt fólk og alls staðar að landinu sem að maður kynnist og er mjög skemmtilegt. Ég hef mjög gaman að því að vinna með fólki, ég er kennari, þannig að ég eins gott að hafa gaman að því. Og þetta, ég segi eins og þú, maður fer hérna inn og maður er bara í þessu og er ekkert að velta neinu öðru fyrir sér á meðan. Og svo er þetta gaman að þegar afræstunni kemur og hérna fara að sýna og kikkið á sýningunum þegar fólk er ánægt og svona, það er alltaf rosa gaman. Já, maður ætla líka kannski að byrja að augra sjálfum sér skilur. Já. Gera eitthvað öðruvísi? Já, takast aðeins á við aðra hluti eins og það stæla. Nú eru þið gift og búið saman. Þegar þið eru að setja upp svona sýningar, talað eitthvað annað á heimilinu heldur en eitthvað sem viðkemur leikfélaginu? Já. Nei, ekki mikið. Ekki mikið, bæði og það er svona farið í það sem þarf að gera heima og svo snýst þetta þetta. Það er bara þannig. Það er hérna líka þegar við höfum bæði verið meir og minna í leiknefnd frá annarkvort okkar eða bæði frá 1990, þann held ég 2 ár sem að hvorugt okkar var í leiknefnd. En annars held ég þannig að þetta er svona, við höfum aldrei verið alveg laus sko. Þannig að það er alveg svo gott að vera að leika líka bara, það er eitthvað sem er í öllu saman. Mínu út í viskugan, því fólk á förnum vegi, fólk á kanta nótt og degi, alveg tilvalið að sjá. Og þó ég hafi síðasta aldarfjórðunginn unnið sem framhaldsskólakennari, að þá hefur leiklistin alltaf skipt mér miklu máli og mér þykir mjög vænt leikhúsi sem vinnustað.
það hins vegar talsvert erfitt að lifa af því á Íslandi að vera leikstjóri. Og ég var mjög efins. Ég var byrjaður að kenna áður en ég fór í leiklistarskólann. Og ég var mjög efins þegar ég sótti á síðustu stundu og var þá að kenna í Miðfirði á Laugarbakka og sendi flutningabílstjórum bara með umslagið. Og svo bara settist ég niður og hugsaði, ef ég sæki ekki, hvernig verði ég þá 50 töðandi út í horni að segja, sko, ef ég hefði sótt leiklistarskóla. Þannig ég ákvað bara að koma þessu út úr systeminu. Og svo komst ég inn og það var gríðarlega skemmtilegu tími. Og ég hef aldrei séð eftir einu augnabliki sem ég hef varið í leiklist. Hún gefur manni mikið af því að hún snýst fólk. Leiklistinn snýst fólk og svona og samfélag og svo stór stúdía. Ef að myndlistarmaðurinn skoðar skilur náttúruna til þess að sjá ljós og skugga og form og liti, að þá skoðar leikhúslistarmaðurinn fólkið til þess að sjá ljós og skugga og form og liti. Og við skoðum fólk, það er viðfangsefnið er fólk. Er það ekki rétt heyrt hjá mér að þið hefur kynnst á leiksýningu hér, eða? Það er náttúrulega ægilega rómantískt að segja það, en við náttúrulega hittust einhvern tíðan þegar við vorum börn. Fæddu upp bæði hér í Dalum svoleiðis. Já, svo lágu leiðir okkar saman á fullorðinsaldri, eða, nei, já. Á leiksviðinu? Á leiksviðinu. Hvaða sýning var það? Aumingja Hanna var það? Já, jú, Aumingja Hanna. Þú varst einhver ægilegur sjarmur. Já, sennilega. Ég má nú ekki mikið eftir því nema bara sjuka á ökrum með haglabyssuna. Já, já. Það var það eina bitastæða. Já, þá held ég að þú hafir verið að laumast inn glugga eða eitthvað inn til mín, náttúrulega. Hver stígur bensinið í botn á fyrsta gíri, bjössa mjólkur bílnum, að bjössi hvenna gull. Tónlistin hérna hjá leikdeild Eflingar hefur vakið athygli. Af hverju? Það hefur í raun og veru, síðan að ég byrjaði að koma að leikhúsi hér, sem að var fyrsta skiptir, tók ég þátt 1995. Þá kom ég inn í sýningu og var að spila. Þá voru bræður mínir 2 að taka þátt og ég kom inn í það bara í framhald af einhverju spjalli að það væri gaman. Þá var ég að spila á kontrabassa, var nýbyrjaður að læra og þetta var svona spennandi. Og það var lagt upp úr því að hafa stykki sem að var þar sem var tónlistin var svolítið ríkjandi og var með mikilli tónlist, sko. Þú hefur eitthvað verið á sviði líka? Það er sára lítið. Ég var átti einhverjar setningar í djöflauginu á sínum tíma. Þetta var alveg ætlaðist þannig að ég var notað sem aukapersóna í því. Já. Svo fór ég í síðustu sýningunni sem einhver partíspilari á svið í brúðkaupi. En annars hef ég nú ekki verið á sviði með einhverja rullu, sko. Nei, líður betur hér? Já, miklu betur. Ég er ekki alveg verð bara eins og asni, sko, ef ég þarf að fara eitthvað fyrir fram á fólk, sko. Leikþörfin byrjaði náttúrulega rosalega snemma, löngu áður en við fæddumst, meira segja. Og foreldrar okkar sögðu okkur frá því að þeir var verið að leika og það var sett leikrit bara á bæjunum. Á Narfastöðum þar var stór stofa og þar var leikið. Já, ég veist að það skemmtilegast að hafa nú verið það var einan sýningin sem ég lék hjá Adda Ben. Það var helvíti góður leikstjóri. Það voru nú aldrei nema 2 sýningar, það var Kardemumubærinn. Já. Ég lék Jólatann, það var alveg díóð, það er skemmtilegt sem ég hef gert á sviði. Við vorum helvíti góðir ræningjar. Við Snorri Stefni og Jón skólastjóri. Var hann ekki fyrstur, ég man það ekki. Alveg hátt í 2 metra, sko, og svo ég síðastur svona, náði Jóni svona rétt í mitti. Það var alveg brjálaður salurinn þegar við komum labbandi með í rúminu inn, varstu eftir því? Já, ég
Hún var Soffía frænka. Annarri hverju sýningunni þá mundu þeir ekki hvað þeir hétu. Því að var ekki Jón sem sagðist heita Jónatan? Jú, Jón sagðist heita Jónatan. Nei, það er ég sem heiti Jónatan. Nei, ég sagði bara ég heiti Kasper. Já, þú sagðir, já, þú tókst bara hans nafn. Það var að redda þessu. Og enginn tók eftir því. Byrjaði hér árið 1970. Ég er búinn að vera í þessu í 51 ár. Þannig að það er alltaf langur tími. Þannig að ég er búinn að leika í eitthvað, var svona að telja saman að það er rétt, það er bara 80 sýningar sem ég hef leikið í ævina. Þetta er náttúrulega bara ego, ekkert annað sem er í manni, sko. Einhver þörf fyrir að skapa eitthvað, eða kannski er þetta líka bara þörf fyrir að vera einhver annar en maður er, það er líka alveg möguleiki í því. Það er, veit ekki, kannski getur maður gert á leiks við eitthvað sem maður langar til að gera í lífinu, en þorir ekki, eða má ekki þess vegna kannski. Þannig að maður hefur einhverja þörf fyrir að vera önnur persóna og reyna að láta fólki líka við sig, náttúrulega öllu þessu fólki sem kemur að sjá mann. Og alltaf að reyna að vera bestur, það er náttúrulega mest. Allir gott að vera mjög góður, það er náttúrulega, ef maður hefur ekki það í sér á leiksviði þá áttu að sleppa því algjörlega að vera þar. Þú verður að trúa því og sért bestur helst. Allir gott er mjög góður. Ert þú bestur? Mér finnst það. Ég meina, ég væri ekki í þessu öðruvísi. Það er að taka verkið og umbreyta því í sýningu, af því að leikritið sem slíkt er bara textinn. Svo er það leikstjórans að búa til sýningu. Ég fékk einfaldlega ekki nóg mikið út úr því að leika á sviðinu til þess að verða raunverulega góður leikari. Og fann mér fljótlega þegar ég fór að þreifa fyrir mér með leikstjórn að það átti betur við mig. Og ég hugsa meira eins og leikstjóri heldur en leikari. Og þó mjög fáir trúið því, þá fæ ég bara ekki nóg kikk út úr því að vera á sviðinu. Og auðvitað þegar þú setur upp í þessu umhverfi og með áhuga leikhúsi, þá þarf þetta að gera sýninguna að okkar, eins og sé. Við erum ekki að reyna að stæla, skilur við brot og heldur gerðum við þetta bara okkar. Og ég lagði mikla áherslu á það til dæmis í fiðlarann að þetta voru bara bændur héðan. Og ég lét á enda fiðlarann á upphafsatriðinu úr fiðlaranum komin úr búningunum. Til að segja, við erum bara hér. Það er tradisjón. Og hérna. Þú ert nú sennilega að verða svo. Er ekki allt í lagi, pabbi? Pabbi! Maður átti í lána að fagna að fá að leika alveg ótrúlega flott hlutverk. Bara eins og Tefje í fiðlaranum var náttúrulega bara eitthvað ævintýri. Það var mjög erfitt en það var ótrúlega skemmtilegt. Það er svona stærsta rulla sem ég hef farið með, sennilega á ævinni reyndar á leiksviði og erfiðasta líka. Bara aðalega líkamlega oft á tíma. Þetta var mikið power sem fór í þetta. En svo eru mörg lítil og yndisleg hlutverk sem eru kannski ofta sem að möga nettir eins og í Landsmótinu. Guffi gamli var náttúrulega bara yndislegur. Við vorum bara eitt, ég og Guffi, og þá er maður náttúrulega bara búinn að ná nærri því toppnum. En maður getur samsamast inn í persónu. Kalli í saumastofunni, elsku kallinn, elsku homminn minn, hann var náttúrulega bara yndisleg persóna, alveg hreint. Og maður bara gleymir sér, maður er bara í þessum stað, í þessu þorpi, einhvers staðar út í löndum, eins og í fiðlarann, þá er maður bara komið til Rússlands, bara í eitthvað þorp sem maður hefur aldrei komið í og aldrei eins og lesið og þá allt í einu birtist bara einhver mynd. Þá er maður bara í þessu þorpi og maður er bara einhver kallspunkur þar, sko. Landsmótið sem var nú gríðarlega stór sýning og við fórum svo með í Þjóðleikhúsið líka og var crazy hugmynd. Jóhannes Sigurjónsson skrifaði þar textann og Hörður gerði
söngtextana og Jan sá tónlistina sem var eingöngu Bítlatónlist og við rústuðum þessu húsi og umhverfinu til þess að koma þessu upp. Þegar vel gengur þá finnst mér skemmtilegasta leikstýra. Það verður svona öðruvísi bara nánd við fólk eða tengsl og að skrifa ekkert mjög skemmtilegt að sitja hérna á skrifstað sko. Maður sér alveg breytingu á fólki frá því þú byrjar og þegar þú endar hvað það er búið að taka miklum framförum. Einhver sem þorði varla að opna munnin á fyrsta samlestri, hann er bara farin að leika upp á sviði. Það er svona, það gefur manni með sko, en þetta er líka verið bölvað brasa. Jú, þegar kikkið að fá að leika er alltaf skemmtilega sko, þegar að, þannig er, en ég finnst mér líka gaman í öllu þessu stúsi að greiða og farða og allt þetta sem að svona að þessu snýr sko, að halda utan þau og svoleiðis. Ég hef alveg bara mjög gaman af því líka. Ég er með sko alveg svona svolítinn kjarna, hann er reyndar ekki mjög stór og ég man svona þegar Fanny hefur verið að setja upp hjá okkur núna, hún setti upp hjá okkur, hvað, 2 skipti, að þá talaði hún það að þetta væri svona, við værum kannski einhver 5 manns að vinna það sem venjulega 30 til 40 manns inni annars staðar. Svo hefum við verið í samstarfi við framhaldsskólann frá 97 þá sem sagt. Þá hefur þetta verið þannig formið að við höfum farið og boðið þeim að vera með, en þetta er hins vegar þannig samstarf að þau fá sem sagt skólinn tilbúin að meta þeirra vinnu í einingum, þar sem þau leggja fram við sem sagt látum vita hvað þau hafa lagt mikla vinnu fram og þau fá einingar. Stærstu kostirnir að blanda saman kynslóðum. Það eru stærstu kostirnir. Og krakkarnir læra mjög mikið af því að vera að vinna með eldri reyndum leikurum og sjá að hversu mikil alvöru þau nálgast verkefnið. Þá temja þau sér það sama. Á móti koma krakkarnir náttúrulega með gríðarlega mikinn kraft og gleði og öðruvísi sjónarhorn heldur en þeir sem eldri eru, þannig að í þessu samstarfi myndast einhver dýnamík sem er skemmtileg, bara einhver svona sköpunarkraftur sem að helgast af þessum ólíku kynslóðum og það verður öðruvísi samtal þegar allir eru jafningjar á sviðinu heldur en þegar ég er gamall að tala við einhvern sem er ungan. Þá er alltaf svona misbalans á því dæmi, en á sviðinu eru bara allir jafnir. Svo þessi krakkar eða úlingar ekki, þetta er náttúrulega ekki kannski krakkar en úlingar sem hafa verið með okkur frá skólum og lögum. Man er ekkert litist á þau stundum í upphafi sko, en þau hafa skólast til og mörg þeir hafa sagt mann að þetta sé þeirra mesti skóli. Það er mjög gaman fyrir fólkið í sveitina að kynnast þessum krökkum sem koma alls staðar að landinu og mynda þarna tengsl sem eru svo kannski bara út lífið sko. Og það er ótrúlegt að sjá krakkar sem voru kannski ekki afkasta hross í námi, koma svo hingað og vinna upp á líf og dauða, klukkutímum saman og leggja sig öll fram og uppskera. Þetta er rosalega skuldbinding að taka þátt í áhugaleikstarfi. Ég tala ekki eins og hér þar sem menn hafa kannski verið að keyra 20-30 sýningar. Það er ansi margar helgar sem að unglingar að skuldbinda sig til þess að vera klár á sviðið og bundin hér. Meira að segja einu sinni fóru þau ekki heim í páskafríinu. Heldur gistu hér á sveitabæjum, bara hjá þáttakendum í leiksýningu, þá held ég að þeir voru með síldinni, til þess að vera hægt að sýna í páskafríinu. Til þess að félagi fengi smá pening inn fyrir kostnaðanum, þannig að þetta samstarf svona, hefur gefið báðum aðilum mjög mikið. Jú, við verðum þar, en hafið þið heyrt nýja lagið með Hauki? Nei. Lóa litla á brú, hún var lagleg fljó. Þetta er bara eins og öll vinna sem eru að stunda. Þetta er umverulega nokkuð sama, bara fer inn í sama fasan sko. Það eru bara partur af þér? Já, mjög stór partur. Það hefur verið það enda væri ég ekkert hér ef ég hef ekki fæði þetta. Þetta er búið að gefa manni alveg ótrúlega mikið og skemmtilega alveg.
myndlist almennt eitthvað sem hefur gert mér að allt öðrum manni heldur en ég væri. Það ég alveg viss. Algjörlega. Hver munurinn á því að leika á samningi og að leika fyrir áhugafélag? Það miklu leiðinlegra. Að vera á samningi? Já. Af hverju? Af því að þá þetta orðin vinna, þá þetta ekki eitthvað gaman. Félagsskapurinn, allt sem í kringum þetta, verður bara miklu skemmtilega. Það mín reynsla, algjörlega. Eitthvað leita mér! Já! Ég var drepaðið! Helvítið þig! Og við sitjum hér í þessu húsi sem bara gamalt félagsheimili og ekki leikhús. Og ótrúlega gaman að búa til stóra sýningar inn í þessu mjög svo erfiða leikhúsrými. Þannig að mikið af milliferðum og inn- og útkomum byggir á því að það sé ekki mikil snjóalög í kringum húsið, þannig að það sé hægt að senda leiðir. Arnór vann og gjarnan þegar hann var að leikstýra með setti nú út allt hús og í Guðmundi setti hann upp svona mjóan gangstíg með fram hérna einu veggnum þeir hefðu bara svona meterspreitt svæði. Einu sinni þegar það kemur Blackout þá var Hötti að leika og annar drengur hann að Garðar hérna finnst og þeir sem sagt labba klessa saman sem sagt í myrkrinu og Hötti ringla svo að hann bara labbar beint út á sviðinu og bara bom í gólfi bara metersfall, meiri metersfall bara við hliðina á borðinu það sem fólki satt og svo bara beint upp á aftur og lét sem ekkert væri og var svo náttúrulega riðbrotin eftir sýninguna en það hann til eitthvað. Það svona aðeins öðruvísi upplifun fyrir leikhúsgesti að koma á Breiðumýri heldur en í svona hefðbundi leikhús vegna þess að hér eru ekki raðir af sætum heldur yfirleitt búið að setja upp hérna hálfgert kaffihús. Hvernig byrjaði þetta og hver hugmyndin? Við vorum að setja upp kabarett sem eins og fólk veit gerist að stórum hluta til í klúbbi og við ákváðum að breyta þessu húsi í klúbbin. Og það voru svona óljós skil milli sviðs og áhrifenda. Klúbbstúlkurnar þjónuðu til borðs fyrir sýningu og í hléi. Ekkert mjög mikil ánægju aukatriði en það gerðu það. Þar við breyttum þessu bara í klúbbin. Síðan mæltist þetta vel fyrir og var haldið áfram í Guðmundi og þá var einhvern veginn ekkert aftur snúið en þetta voru alltaf mikið fyrirtæki þannig að við fórum óskuðum eftir samstarfi við Kvenfélag Reykdal og hvort þær vildu sjá veitingarnar af því að þetta voru alltaf mikið fyrir ungmennafélag að vera í öllum hornum eins og það stundur og það búið að vera mjög farsælt samstarf við þær og Kvenfélagið notið góðs af og haft fínar tekjur af því að selja þarna veitingar. Hefur líka hjálpað til þegar þú ert með flóknar sýningar að dreifa athygli áhorfandans frá þeim stað þar sem þú ert að skipta sviðsmynd og allt þetta. Þannig að þetta svona hjálpast allt saman að og stemmingin eins og segir verður oft svona létt og líka því við höfum alltaf reynt að vera með tónlist og partur ástæðan fyrir, megin ástæðan fyrir þetta hefur gengið svona vel að hingað koma eistneskir tónlistamenn. Byrja með því að Valmar Valjóts sem nú á Akureyri kemur hérna og ég hitt hann bara á förnum vegi, ég hef aldrei séð hann og ég hitt hann á förnum vegi fyrir utan bankan og segi við hann ertu ekki til í að hérna, ert þú Valmar? Já, segir hann. Ertu ekki til í að sjá tónlist inn í kabarett fyrir mig? Já, kabarett? Hvernig kabarett það? Nú, kabarett, sagði og hann horfði á mig og sagði mér svo síðar að hann hefði verið samfærður að ég verið geðveikur sem talið rétt í honum. Og hann byrjar og svo hefur Jan alveg verið heitinn náttúrulega skipt alveg gríðalegu máli inn í þessu leikhúsi og þeirra hæfni, þeirra reynsla hefur gert að verkum að við höfum getað sett upp þessar stóru sýningar með allir þessari tónlist. Ég heiti Hjörtur. Ég heiti Ján. Og ég heiti Pétur. Og svona frillir tilviljun þá hann Tandrokkar söngvari. Gjörðu þið svo vel eða á ég að segja take it away, boys! Takk fyrir! Hans starf hérna, það var ómetanlegt algjörlega og bæði sem höfundur, útsettjari og bara drifkraftur. Og leikhúsmaður, hann bara, það er svo mikið áhuga á leikhúsi. Af hverju hefur tónlistin ekki svona mikil athygli? Og ég held að það sé fyrst og fremst hans vegna. Og núna bara ég við það að beygja af vegna þess að
þegar ég fer að hugsa um hann, sko. Það var aldrei neitt vandamál. Og Jan heitinn, ég man einhvern tíðan vorum við að setja upp Kvennaskólaævintýrið og það var textaðar og það fannst ekki lag við hann. Og ég sagði, Jan, við verðum lag við þennan texta, hann verður að vera í sýningunni. Og svo tókum við bara kaffipásu og Jan samdi lagið í pásunni og svo var það bara til. Og hann bar alltaf með sér svo gott skynbragð á allt. Og miðlaði gríðarlegri þekkingu, innsæi og öllu. Maður skynjaði það svo mikið í gegnum allt hans starf. Og alltaf samt það svo miklu lítillæti. Tónlistin fléttaðist svo vel saman við að þetta varð svo mikill partur af sýningunni sem slíkri, sko. Hans já, þetta bara svo einstakt, ég bara vil segja þetta var alveg einstakt að hafa haft aðgang að þessu manni hérna í starfinu hér, bara stórkostlegt. Við fengum svo mikið á áhorfendum á þessa sýningar líka. Við höfum verið að sýna hér sýningar sem hafa tekið sko 3000 áhorfendur inn á sig. Og í 300 manna samfélagi það dálítið gott. Þannig að þetta bara var svona ævintýri sem var ótrúlega skemmtilegt. Þetta gefur svo mikið tilbaka og ég held að það þekki það allir sem hafa verið en fara í leikstarfsemi og þeir eru þar hárum saman.